Daginn, velkomin í Silfur Egils. Við förum náttúrulega vítt og breitt yfir skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis í þessum þætti og ýmislegt sem í henni stendur. Við fáum hérna á eftir Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur, Sigrúnu Davíðsdóttur og svo reyndar í lok þáttarins ætlum við að tala aðeins skýrslu sem kom frá Seðlabankanum það að staða heimilanna væri nú sennilega bara mun verri en menn höfðu talið og verri en svona menn hafa unnið eftir. En við byrjum hérna með Jóni Björni Thoroddsen, Eiríki Bergmann Einarssyni, Margréti Tryggvadóttur og Hirti Hjartarsyni, heyrum svo í Andra Geir Arbjarnarsyni á eftir. Sko, kannski það sem fólk nú að tala helst núna eru viðbrögðin við skýrslunni eins og þau hafa verið. Við vorum nú að ræða það hérna fyrir þáttina að þessi spuni hefði ekki farið í gang að afflytja skýrsluna þegar eins og menn það væri svo stórt og mikið og vandað að menn tækju henni nokkurn veginn. Það er eiginlega forseti Íslands sem er svo eini sem hefur eitthvað verið að reyna að leika sér með þetta túlkaninnar. En viðbrögði, það eru stjórnmálamenn að segja af sér en þeir fara ekki alla leið. Þeir svona gera eins lítið og þeir geta. Já, það er bara skortir í okkar stjórnmálamenningu í rauninni. Að menn geti sagt af sér svona með sæmd í rauninni og stigið út af sviðinu með sæmd og farið að sinna bara einhverjum öðrum verkefnum og þá hugsanlega seinna komið tilbaka ef að svo ber undir og þetta þarf eiginlega að bæta. Það er eins og að stjórnmálamenn þeir eru sífellt að hörfa í næsta var einhvern veginn og segja síðan ekki af sér fyrir en algerlega í fullan hnefana. Og það hefur orðið einhvers konar rof held ég því að þegar menn eru inn í stjórnmálunum þá verður svona ákveðin rörsýn á hlutina, svona neðanjarðar byrgis áhrif, bankarmenn talandi eins og það heitir á ensku og mönnum líður eins og það sé sótt af þeim að einhverjum andstæðingum, pólitískum andstæðingum. En gera sér kannski ekki endilega grein fyrir því að þeir hafi mist leið tiltrú kjósenda almennings. Og þá skiptir í rauninni ekki öllu máli, hvort að viðkomandi hafi gerst sekur einhver alvarleg afglöpið ekki, heldur einfallega þarf þetta mat að fara fram, er ég hér að gera eitthvað sérstakt gagn fyrir kjósendur eða ekki? Þetta er náttúrulega þjónar fólksins en ekki erðar þess. Og ef að menn komast að þeirri niðurstöðu, eins og allmargir hefðu átt að komast að eftir þetta gríðarlega efnahagshrun sem hér hefur orðið, þá hefðu menn átt að komast að þeirri niðurstöðu að vera mín hérna núna, akkurat á þessu augnabliki, hún er líklegast ekki til gagns. Og þá kannski langar mig bara til þess að fara að snúa mér að einhverju öðru. Og þá er þetta að fara út með sæmd. Já, en það er nú svona eins og mikið að þessu fólki hafi bara enga hugmyndum að það geti gert neitt annað í lífinu en þetta. Og þess vegna einhvern veginn rígheldur það sér í sætinu. Já, það er voðalega sorglegt ef það er satt. Ef það er satt, þá er það mjög sorglegt. Og við höfum því miður á allra seinustu árum og áratugum farið úr kerfi sem var þannig að menn komu inn í stjórnmálun og út úr þeim, úr öðrum sviðum samfélagsins, yfir í að stjórnmálin fari að verða nánast eini starfsvettvangur viðkomandi aðila. Menn koma jafnvel inn í stjórnmálin strax eftir háskólanámið eitthvað slíkt og eru síðan bara þar og það er þeirra eini karriér. Það var kannski aldrei unnið minnst. Já, það er ekki gott, því að við þurfum að hafa stjórnmálakerfi þar sem að menn geta verið að koma inn og út. Og það skiptir máli, en mér langar að nefna þetta með skýrsluna, það er gríðarlega mikilvægt atriði hvernig henni hefur verið tekið og ég óttaðist það mjög hérna áður en hún kom út að það myndi hefjast algjörlega sturlað túlkunarstríð hana og við myndum ekki hafa þennan grunn sem nauðsynlegur er til þess að byggja áfram, en það hefur bara ekki gerst. Menn eru algjörlega sammála að þetta sé sá grunnur sem við eigum að nota til þess að gera þetta og þá er gríðarlega mikið unnið. Og þeir sem eru kannski ekki sammála, þeir fóra ekki alveg að gera þessu upp allavega, ekki á þessum tímapunkti. Og ættu kannski ekkert endilega að gera, auðvitað megu ekki fara inn í eitthvað gagnrýni sleysi á skýrsluna, það eru auðvitað gallar í henni og allt það sem þarf að fara í gegnum. En að sáttin grundvöllin sé til staðar, það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. Margrét, þið hafi verið að krefjast þess í hreyfingunni að bara dálítið væll fjöldi stjórnmálamanna láti sig hverfa. Já, þetta er nú varfærin listi hjá okkur. Þetta er varfærin listi hjá okkur. Við svona hugsaðum, hvernig getur Alþingi orðið trúverðugt? Það getur ekki orðið trúverðugt meðan að þegar við vorum með ríkisstjórn og þeir sem voru ráðherrar í þeirri ríkisstjórn, þegar allt hrundi, stóðu þá vakt og stóðu sig ekki
eru þingmenn í dag. Það er ekki hægt. Eða ráðherrar. Eða ráðherrar. Það er ekki heldur hægt, það gengur ekki upp að fólk sem var í miklum tengslum við þetta fjármálakerfi séu þingmenn. Það gengur ekki upp. Og það gengur ekki heldur upp að þeir sem að þáðu mikla fjárstyrki frá bönkunum sitji á þingi núna. Þetta fólk verður hreinlega að víkja. Það er ekki nóg að fara í leyfi ef einhver skildi halda það. Það verður að víkja. Þeir sem hafa sagt af sér eru nú allir að fara með henni í leyfi. Þeir eru bara að fara í leyfi, já. Og ætla að bíða eftir einhverju. Mér finnst það algjörlega óásættanlegt. Og það mér langar aðeins að taka hérna undir það sem Eiríkur er að segja. Ég er nú hérna með mér þessar fréttir og yfirlýsingar fólk sem er að stíga til hliðar. Þorgerður Katrín segir að hún hefði komist að þeirri niðurstöðu að þessi best fyrir Sjálfstæðisflokkinn að eins og sækistandi að hún láta embætti. Ingibjörg Sólrún, hún segir að hún hefði brugðist flokknum og ber ábyrgð gagnvart flokknum og kjósendum flokksins. Hún var að vinna fyrir þjóðina það ekki, ég held það. Og Illugi, hann, hvað er hann nú? Hann var svona á svipuðum slóðum, hann er að víkja fyrir flokkinn sinn. Jafnframt kann þessi óvissa að skaða Sjálfstæðisflokkinn í þeirri miklu vinnu sem framundan er við endurreisn Íslands efnahagslífs og samfélags. Mér er alveg sama Sjálfstæðisflokkinn. Þetta fólk var í vinnu hjá mér, ég var kjósandi, ég kaus stjórnendar ekki. Og það var á að svara til, ábyrgð þeirra gagnvart almenningi. Það er almannahagur sem skiptir máli, ekki Sjálfstæðisflokkurinn eða Samfylkingin. Þannig að menn eru að fara af því að það er betra fyrir flokkinn. Af því að það er betra fyrir flokkinn. Og víkjaður fari í leyfi. Og ætla svo líklega að koma aftur. Já, ef þú segir ekki bara af þér. Mér finnst, það verður miklu stórmannlegra að segja bara, ég segi af mér. Svo sækist ég kannski seinna eftir endurnýjuðu umboði ef ég get virkilega ekki fundið mér neitt annað að gera. En það er líka sorglegt, því að þingið á að endurspegla þjóðina, ekki satt. En krafan ykkar afsögn nær yfir Bjarna Benediktsson, Björgvin G. Sigurðsson, Einar K. Guðfinnsson, Guðlaug Þór Þórðarson, Illuga Gunnarsson, Jóhannes Sigurðardóttur, Kristín L. Möller, Steinunni Valdísi Óskarsdóttur, Tryggva Þór Herbertsson, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, Þórunni Sveinbjarnardóttur og Össur Skarphéðinsson. Og jafnframt vísum við í fundargerðir sem að fylgja málsvörn Björgvins G. Sigurðssonar, það er á blaðsíðu 82, fundargerðir af þingflokksfundum Samfylkingarinnar 11. febrúar. 7. febrúar var mjög merkilegu fundur á milli svona æðstu manni ríkisstjórn og Seðlabankanum þar sem að gert að grein fyrir mjög alvarlegri stöðu. Þetta er tekið upp á þingflokksfundi Samfylkingarinnar og ég er nú með einhvers staðar þessa fundargerð. Þar fer Ingibjörg Sólrún yfir alvarlega stöðu bankana. Þetta fólk, margt af þessu fólki situr enn á þingi og ég vil líka fá að vita hvernig var þetta kynnt eða var þetta kynnt á þingflokksfundum Sjálfstæðisflokksins. Hvað vissu menn? Og þessu verða menn að svara. En þetta er bæði fólk sem var í ríkisstjórnum ber ábyrgð þannig og þetta er líka fólk sem þáði stóra peninga frá bönkunum og svo framvegis og það er náttúrulega eitt sem vekur athygli, það eru þessar styrkveitingar banka og fjármálafyrirtækja til þingmanna. Já. Við ákveðum að vera bara mjög sanngjarn því að lögum fjárframlög til stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka voru svolítið öðruvísi, það var ekki þak. Við miðuðum við 1 milljón. Þannig að allir sem eru með 1 milljón eða minna, þeir eru ekki á listanum. Hjörtur, hvernig finnst þér, við erum sérlega nokkuð sammála að Ísland sé vandað plagg og held ég betra en margir héldu að hún myndi verða. En hvað finnst þér viðbrögðin? Hvernig þau hafa verið og hugsaðlega hvernig þau ætti að vera. Ég veit að þú verið að velta þessu fyrir þér. Já, Margrét hefur verið að lýsa viðbrögðunum eins og þau hafa verið og ég tek undir þetta. Þetta er allt einhvern veginn, flokkarnir eru upphaf og endir alls en Alþingi er einhvern veginn sem tilheyrir almenningi í rauninni sem stofnun og það skiptir ekki máli í rauninni í þessu sambandi. Virðist vera en ég er alveg handviss um það að ríkisstjórnin eða þessi flokkar sem standa ríkisstjórnin þeir verða að grípa til mjög róttækra aðgerða og þeir verða bregðast við þessu ástandi sem upp er komið, þessari staðfestingu á fjárhagshrunni og pólitísku og siðferðilegu hrunni landsins. Og í búsáhaldabyltingunni þá komið fram kröfur það að stjórnmálastéttin viki til hliðar. Það kom fólk, Njörður P. Njarðvík kom í sjónvarpið, Páll Skúlason, Þorvaldur Gylfason,
Geir Magnússon, Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra, hann sagði þetta á útifundi líka og ég held að ég legg það til að þessir þingmenn sem að standa að þessum flokkum að þeir í stað þess að skipta út Gylfa og Rögnu eins og að var að núna mánaðamóti síðustu að þá verði fengið fólk til liðs við þau sem að situr ekki á þingi og stendur utan stjórnmálaflokka til þess að mynda hvað til þess að þessi tveir flokkar þeir myndi í rauninni utanþingsstjórn því að sko tiltrú almennings á stjórnmálamönnum fyrir skýrsluna var komið alveg í botn og ég get alltaf hugsa til enda hvernig það verður þá á næstu mánuðum og ríkisstjórn eða ríkisstjórn sem að býr við svo mikið vantraust að hún mun hvorki komast lönd við strönd jafnvel þótt hún sé með þjóðþrifamál á dagskrá. Það er rosaleg vantrú á stjórnmálum og maður fann það bara eftir leiðtogaumræðurnar hérna í sjónvarpinu daginn að fólk einhvern veginn bara hristi hausinn sko. Það var ekkert í þættinum nema reyndar kannski hugsanlega Þór Sari og kannski Steingrímur pínlítið af því að Steingrímur er minna ábyrgur fyrir hruninu en sumir aðrir. Það var ekkert sem það tengdi við. Nei, það er algjört óþol í samfélaginu gagnvart þessu stjórnmálakarpi sem að hefur birst okkur og því miður að þá hefur í rauninni ekkert breyst frá því fyrir hrun og í kjölfarið á því sko menningin á Alþingi er nákvæmlega svo sama og fyrir var skotgrafirnar eru eins menn segjast einstaka sinnum sko vilja lyfta sér upp fyrir það en svo einhvern veginn gera þeir það ekki. Ég held sko reyndar ætti þessi skýrsla verða okkur tækifæri til þess að breyta þessu og halda áfram. Ég held til að mynda kosningarnar í fyrra hafi komið og snemma. Uppgjörið var ekkert nægjanlega þroskað þá til þess að við værum í rauninni stakk búin til þess að ganga til kosninga á þeim tíma. Og ef að þessi ríkisstjórn sem að nú situr vill í alvörunni gera gagn og rauninni kannski geta fessi í sessi sem alvöru afl, að þá ætti hún að mínu viti að koma hér með áætlun kosningar eftir næsta vor og í millitíðinni verði sett á stjórnlagaþing eins og lofað hafði verið í búsáhaldabyltingunni og það verði hér leið kosið nýja stjórnarskrá og þetta uppgjör sem hérna er eftir það bil ár og að þessi ríkisstjórn lýsi því með sko skilgreindri tímasrétti áætlun hvernig hún ætli að ganga hér frá forgangsmálum áður en að við förum síðan inn í nýjar kosningar. Þetta væri leið til þess að ná einhvers konar sátt og sko einhvern veginn brúa það rof sem orðið hefur á milli stjórnmálan, annars verið heildsinni, þetta á við alla stjórnmálaflokkana og síðan kjósendan hins vegar. Það væri í það minnsta tilboð. Ég held að ríkisstjórnin hafi ekki tiltrú til þess að gera þetta. Hún kom hérna með loforðin í kjölfar kröfu búsáhaldabyltingar stjórnlagaþing, persónukjör, þjóðaratkvæðagreiðslur. Ekkert af þessu hefur gengið eftir. Nei. Og hún er í enn verri stöðu til þess að leiða þessi mál núna til lykta. Þannig að hver er þá valkosturinn? Valkosturinn er eiginlega enginn. Jú, það er utanþingsstjórn. Og það er tiltækt fólk núna, fólk sem að til dæmis fólki sem vannað hérna skýrslunni, það er tiltækt núna, það gæti komið inn í þessa stjórn. Það er nóg að fólki reyndar út í samfélaginu, jável þó við sleppum þeim. En það þarf að sýna alveg... En það er svona uppstokkunin, sko, hefur ekki, sko, þessi skýrsla, hún kallar náttúrulega á rauninni miklu meiri uppstokkun en hefur orðið og þá til dæmis stjórnarskráin, hún er rauninni má ég segja hún æpir á stjórnkerfisbreytingar. Sko alltaf versta sem að við óttuðumst okkur grunaði er staðfest í þessari skýrslu. Það klikka allir. Bankamennirnir umgangast þetta eins og sína eigin eign, sem sé sparifé almennings og það heitir nú einhverju nafni þegar peningar eru teknir af fólki, ekki satt? Og stjórnmálin hafa algerlega brugðist. Þau hafa sem sé leikið með og samfélagið reyndar í heildsinni var orðið mjög gagnrýnislaust á það ástand sem hérna var, þannig að það þarf auðvitað uppgjör gagnvart öllu. En mér langar að segja einn hlut utanþingsstjórn.
Ég átta mig alveg á því að fólk að leita einhvers konar leiða til þess að reyna að koma sér út úr þessu og það auðvitað heiðarlegt og virðingavert að menn geri það og utan því stjórnir auðvitað eitt af því sem þá kemur upp eða þjóðstjórn hvað menn kalla þetta. Ég hef hins vegar ekki neina sérstaka trú á að sú leið gangi. Ef við horfum á ástandið eins og það á Alþingi í dag með þeim einstaklingum sem þar eru núna staddir að þá sé ég bara ekki að þetta fólk muni nokkuð tíman hleypa í gegn nauðsynlegu málum sem að komi frá einhverju fólki sem alls ekkert á Alþingi sem þarna fyrir utan. Ég bara sé ekki að þingið sé nægilega þroskað til þess að geta staðið á bak. Þú meinir að þingið sé bara ómikið sandkassi til að... Já, það er bara komið tími til þess að þingið, alþingismenn, stjórnmálamenn á Íslandi vakni og þú biður já, ég bið það vegna þess að þau verða þá vakin upp með einhverjum öðrum hætti og þá eftir skýrslan nýkomin út, við erum bara búin að sjá fyrstu viðbrögðin við þessu og þá eftir að hugsanlega eftir að súrna ástandi þó að skýrslan sé út að vera sig grundvallar rit bara í íslensku samfélagi hér eftir sko. Ég hef nú reynda tilhneigu til þess að vera mjög bjartsýnn gagnvart þessu ástandi núna. Ég alltaf miklu bjartsýnni núna heldur en ég var fyrir viku síðan. Já, skýrslan eykur manni bjartsýnni. Já, og ég ætla nú samt að hafa þá trú. Að því sögðu hvernig ástandið á Alþingi að þá ætla ég samt sem áður að hafa þá trú að við lesturinn á þessari skýrslu að þá svona sjái menn framan í þetta. Það búið að snúa speglinum að okkur sjálfum og líka að þingmönnunum og þeir þurfa svolítið að horfa framan í hann og en margir talar sýndarafsagnir og ég held að það sé mikið sem margir sé að hugsa það sama. Já, ég finnst sko það eitt í skýrslunni sem ég fannst þeirra bara svona ná kjarna málsins hvað var það þingið og það á blaðsíðu 125 í fyrsta bindinu það sem verið að segja frá myndir ríkisstjórnar 2003 það sem að Geir H. Haarde, þessi hagfræðingur veit að það sem að Framsóknarflokkurinn að fara fram á eru bara eins og segir í skýrslunni einn alvarlegustu mistök í hagstjórn á Íslandi síðustu árin. Það eru sem sagt breytingar í íbúðalánakerfinu en svo stendur í skýrslunni hann hafi metið það svo að væntanlegu skaði fyrir samfélagið væri ásettanlegu kostnaði við það að sitjandi flokkar héldu völdum. Einmitt. Og þetta, sko ég búin að vera þarna í tæpt ár, þetta við að sjá bara því að hverjum degi, fólk ekki að hugsa almannahag, það að hugsa flokkinn sinn, það að hugsa sérhagsmunahópa, sama hvaða nafnið nefnast og raskat á sjálfu sér. Það bara þannig. Já. Andri Geir, Arne Bjarnason, þú ert í símanum þarna, frá London, þú hefur stundum verið gestur í þættinum svona í líkamannum en nú höfum við bara röddina þína. Ég einleik það hér. Ég ætlaði að spyrja þig út í, sko, þú hefur nú verið að skoða skýrsluna, veit ég, í London og það sem ég ætla að nefna við þig, það hvernig hún gefur ákveðna innsýn inn í valdið, hvernig valdið sem réði hérna á Íslandi. Já, nú ég náttúrulega lesið þetta svolítið fjarlægt, því nú var ég náttúrulega ekki búsettur á Íslandi yfir þetta tímabil sem skýrslan tekur, þannig maður sér að lesa þetta nú kannski svolítið öðrum augum en margir, en mér finnst nú alveg koma alveg skýrt fram að þetta eru náttúrulega tveir einstaklingar sem eru þannig alveg með höfuð og herðar yfir öðrum, það er náttúrulega Jón Ásgeir skuldakóngur og Davíð Oddsson valdakóngur og þeir hafa greinilega verið ímynd fyrir hrun. Jón Ásgeir náttúrulega hinn stóra ímynd í viðskiptaheiminum, allir vildu vera svo Jón Ásgeir í einhverju fjárfestingabraski og svo náttúrulega Davíð ímyndin á pólitísku hliðinni, það vildu náttúrulega allir stjórna og ráðskast þess og Davíð. Já. Þannig að þeir hafa haft alveg gríðaleg völd beint og óbeint sérmaður og maður getur náttúrulega snúið þessu við og sagt ef þeir hefði ekki verið á sjónvarpssviðinu, það hefði líklega aldrei verið orðið neitt hrun. En þetta eru svona súpermennir í þessu? Já, þegar maður les skýrsluna þá kemur þetta mjög skýrt fram, sko. Þetta eru hinir svona súpermenn, já. En segðu mér, svo annað sem þú hefur verið að nefna, það það hvernig viðhorfið sem að birtast þarna til útlendinga. Já, ég var svolítið gáttar á því. Það kemur náttúrulega í skýrslunum að útlendingar vissu mikið meir ástandi heldur maður að gera sig grein fyrir. Og ekki bara þeir vöruðu við, heldur voru þeir tilbúinir til að rétta hjálpar hönd. Og það finnst nú bara að hafa verið slegið á þá hjálpar hönd og mér finnst nú boð Mervyn King, seðlabankastjóra Bretland sem að reyna að hjálpa að skera bankana niður. Hann fékk nú ekki einu svar við því tilboði. Nú svo það náttúrulega breska fjármáleftirliti sem að reyna að fá ISIF inn í lögsöguna en það bara gerist ekkert á Íslandi. Það engin verkstjórn, það virðist engin að vera
þar skipstjóri brúnni til þess að koma því yfir hingað til Bretlands. Nú, svo náttúrulega þetta alveg forkastalega atvik þegar að Seðlabankinn lætur hljóðurita símtal við Seðlabankastjóra Bretlands á þess að fá tilskilin leyfi og endurrita samtalið en gefa svo í skyn að þetta hafi verið 100% trúnaði. Þetta sýnir náttúrulega vinnubröðum voru út úr öllum korti og það ekki furða útlendinga dragið þá ályktun að það bara hreinlega geta treysta Íslendingum. Þannig að svona kenningin að þetta sé útlendingum að kenna, þér finnst hún ekki eiga mikið rökast Já, útlendingum að kenna, sko. Það þessir útlendingar sem eru náttúrulega að reyna að hjálpa. Svo koma náttúrulega aðrir útlendingar í þessari skýrslu eins og þessi Robert Cengiz sem hjá Kaupþing sem hefur stærsti skuldari Kaupþings. Og það mjög dularfullt mál og maður spyr sig, sko, hvernig að hann komist í þessa stöðu. Maður hefur helst trú á því að hann hafi náð einhverju tangarhald á Kaupþing í gennum einhverju spekulasjón, að hann hafi keypt hana lítinn hlut í Kaupþing og lánum og síðan og það nú talað þetta í Sunday Times í dag, að þá hafi hann hreinlega, sko, með því að eiga þarna nokkur prósent og þá hefði hann geta bara hótað að selja þetta og þá hefði náttúrulega bréfin í Kaupþing hrunið og þá náttúrulega veðstofnin í lánabók Kaupþings farin og þá hrynur þetta allt. Þannig hann var svona eiginlega með þumalskrúið þarna á bankastjórana. Og svo þegar hann fær að fá veðköllina frá hinum bönkunum hérna í Bretlandi að þeir sjá að hann ekki borgunamar, þá bara fara peningarnir að fljóta út úr Kaupþing og inn í banka hér í Bretlandi þess að borga aðra skuldir upp. Þannig að manni finnst svona maður fær á tilfinninguna þetta æsegi peningar, það farið úr Landsbankunni yfir í Kaupþing og svo runnið út til þessara gæðinga þarna eins og þessar Roberts. En sko, þú segir í bloggi að og ég ætla nú bara að lesa orðið, hinn rauði þráður í skýrslunni í kaflanum fyrir hrun innan gæsalappa hvernig ég geti þjónað sjálfum mér, en örfáir ganga aðeins lengra og virðast vinna samkvæmt reglunni hverju geti stólið af almenning í dag. Já, ég meina þetta fær maður á tilfinninguna og eitt af því bara það sem slær mann eitthvað mest þessi sjóður 9 og hvernig hann var bara breytt í virðist prívat banka fyrir Baug og FL Group. Þetta var bara svo ryksuga sem ryksugaði peningana spari fyrir almennings, pakkaði þeim inn í jólapappír og helmingur af þeim pökkum var bara afhendur Baug og FL Group. Það náttúrulega eitthvað stórkostlegt sem hann hefur skeið í kringum hennar sjóð 9. Því að þegar áður en Jón Ásgeir kemst í Glitni, þá 50% af bréfum í sjóð 9 eru ríkisskuldabréf. Svo fer þetta bara niður í 0,5% og 80% eru ykkur eignarhaldsbréf sem eru náttúrulega bara verðlaus. Fjármálaeftirlitið sagði þetta væri allt í lagi. Já, þeir verða náttúrulega að svara fyrir sig. Það náttúrulega alveg ljóst í þessari skýrslu að það hefur ekki verið neitt fjármálaeftirlit. Maður fær svona tilfinninguna að fjármálaeftirlitið hafi verið markaðsdeild innan Landsbankans. Ég meina, maður veit ekki eins og hvar maður á að byrja og enda í. Þetta er svo hrikalegt. Ég þakka fyrir að vera með okkur í línunni. Ég fæ sjálfsagt að heyri þér seinna þessa hluti og aðra. En hér situr hjá mér Jón Fjörnir Thoroddsen. Jón Fjörnir, þú skrifaðir bók í júní í fyrra. Já. Íslenska bankahrunið. Já. Og svo bóka náttúrulega tala marga hluti sem eru í skýrslunni. Og ég man að þessi bók vakti svona frekar gremju en hitt. Já, það nú ekki kannski margir sem fögnuðu útgáfu hennar, opinberlega. Nei. Og ég bjóst við meiri umræðu bókina þegar hún kom út. Já. Altså að menn myndu fara gegn því sem ég var að skrifa, mótmæla. Já. Og einhvern nátt, það gerði það enginn. Menn hringdi í mig og höfðu samband og hótuðu með málsóknum, ég myndi ekki draga einhver ummæli þarna tilbaka. Já. En ég sá enga ástæðu til þess en það var ég búin að fara yfir þessa bók með lögfræðingum. Þú tókst undir bókina. Ég held að þú hafi gengið og langt meða við tímann sem við vorum á þá. Engum myndi bregða við þessum að skrifa núna, en meða við júní, og ég man náttúrulega að maður getur fylgt með hvernig orðaðan var í október eftir hrun, og þá var maður að segja svo hluti sem að fólki brá mikið við, en svona hafa nú eiginlega það versta sem að menn sögðu hefur einhvern veginn komið fram því miður. En ég ætla að nefna nokkra hluti við þig sem þú hefur verið að skoða í skýrslunni. Það eru útlánin fyrst. Já. Útlánin breytast þetta í kringum 2003 við einkavæðinguna. Það er Kaupþing, þessi fjárfestingabanki, litla verðbréfafyrirtæki sem verður fjárfestingabanki, tekur yfir Búnaðarbankann og Landsbankinn og Íslandsbanki síðan Glitnir fara í það að verða fjárfestingabankar.
þá breytist útlánasafnið gríðarlega mikið. Sko það hættir að vera lán til venjulegra lítilla rekstrarfyrirtækja á Íslandi og heimila í það að verða svona uppblásnir kasínóbankar, veðmálsbankar og yfirleitt eru tryggingarnar einhver bréf, hlutabréf eða einhver fjármálagjörningar sem eru með skráð markaðsverð, þannig ef það lækkar þá bara öll nótt úti. Þannig það verið að lána í brask í raun og veru. Já, það verið að lána, það fyrst og fremst verið að lána í brask. Það alveg... Og alveg frá 2003. Já, og það kemur töluvert mikið óvart í skýrslunni. Ég hélt að bankarnir þetta væru meiri alvörubankar. Ekki það sem maður hefur á tilfinningunni að þetta eru sko gervibankar eða gúmmíbankar. Og það alveg svona frá upphæfi, alveg frá einkavæðingunni, þá eru þetta... Já, það hluta til að aukast og aukast og svo náttúrulega undir lokin þá menn komnir í þessa markaðsmisnotkun að finna alls konar leppa til þess að kaupa bréf og lána eins og hann var að minnast á Andri Geir Róbert Cengiz. Engin veit í rauninni hvað hér á ferðinni, sko. Þetta bara náin viðskiptafélagi kaupþingsmanna. Þetta náttúrulega ótrúlega fjárhæðir sem þessi bankar að lána eigendum sín. Já. Það hlýtur að vera bara einstæmi. Já, það nú einhverjar kenningar þetta. Það að stórir aðilar eða stórir eigendur, ef menn eru of stórir hluthafar í banka, þá ræna þeir bankan. Já. En ef eignarhaldir eru dreift, þá ræna stjórnendur bankan. Þannig að ég veit það ekki. En svo náttúrulega annað í þessu sko að skýrslan tala mikið það að það eru hvatakerfin sem hafa áhrif á þetta. Já, þau gera það. Og það náttúrulega kannski eins og í tilfelli varandi svona dreift eignarhald eins og var á Íslandsbanka. Það var mjög dreift eignarhald og þar var sterkur stjórnandi, Bjarni Ármannsson og framkvæmdastjóra með honum sem svona fóru svolítið að útluta sér einhvernum gæðum í formi einhverja kauprétta og annað. Þó voru þeir alltaf að keppa við kaupþingsmennina sem að stjórnuðu náttúrulega þeim banka og kaupþing það fyrirbæri sem að býr til bara íslenska verðbréfamarkaðinn og Jón Ásgeir. Það voru ofsalega litlir peningar á Íslandi fyrir, það voru peningar að við höfum peninga í útgerðinni og í lífeyrissjóðunum, sparisjóðunum. Bónusfeðgar fá lána 1 milljón til að stofna bónus og síðan tekur kaupþing þá að sér og fer að lána þeim. Og þeir búa þá til, þeir áttu ekkert mikinn pening, þeir börjust í bökkum fyrstu árið. Það kaupþing sem býr þá til? Já, kaupþing býr til 2 helstu viðskiptablokkinnar. Bakkabræður og Exista og síðan Ólaf Ólafsson með, það reyndar þessi tenging úr einkavæðingunni, framsóknartenging þar. En kaupþing býr bæði til Jón Ásgeir og Bakkabræður og síðan eru þessi aðflutta viðskiptablokk eru Björgúlsfeðgar sem koma utan. Já, en þarna eru lífeyrissjóðirnir líka notaðir. Já, og það það sem mér finnst merkilegt í siðfræðikafla skýrslunnar að lífeyrissjóðirnir það verið að tala við þá og þeir eru að segja, Haukur Hafsteinsson framkvæmdastjóri stærsta lífeyrissjóðsins, lífeyrissjóðs starfsmann ríkisins, hann segir við vorum svo litlir á þessu markaði, við skiptum svo litlu máli, við áttum bara 3-4% hér og þar í bönkunum. En ef við skoðum síðan kaupþing, lánasafni, þá það 40% af hlutabréfum bankans eru með veði í bréfunum, sjálfum. Það eru lánuð kaup, veginn staða. Lífeyrissjóðirnir, þeir voru með allt staðgreitt. Þeir áttu alltaf sín bréf. Ég skil. Þeir áttu 15% í kaupþingi. Þeir voru stærsti eigandinn. Og svo spyr maður sig, hvernig var þessum málum háttað í sambandi við þessar björgunaraðgerðir allar, það var svo mikil krafa á að bjarga kaupþingi. Menn eru að deila hvaða lánapakka Glitnismenn kom með, þeir áttu norsk húsnæðislán, að mörguleyti miklu betra lánasafn heldur en kaupþing. Ég skil, já. En það var fussað og sveiga á þá. En það var allur, og þá spyr maður sig hvaða stjórnmálamenn áttu, svo þetta tengst stjórnmálamenn inn í kaupþing eru meiri heldur en inn í hinabankana reyndar, kannski sjálfstæðarflokkur tengdar landsbankanum, en það verður svona þetta stærsti bankin og lífeyrissjóðunum mest undir. Ef þetta fer þá, hvað verður þá okkur? Ég skil. Og nú nærast lífeyrissjóðunir á þessari háu verðbólgu sem í landinu og verðtryggingu og að reyna svona lagfæra hluta til tapið eða fresta einhverjum uppgjörum, nú eru þeir byrjaðir að skerða lífeyrisréttindin. Já, jú. Lífeyrissjóður verslunumanna og töluðum það í fyrra að það væri nú ekki, þyrfti ekki að gera það og ég hef bara gagnrýnt mjög sem að hún staðfesti nú eða kom inn á Eva Jolie á föstudaginn að það þetta aðgerðarleysi, þú ert að stjórna lífeyrissjóði
og þú ert með þína umbjóðendur, lífeyrisþegana, sem að vænta þess að þú sért að vinna vinnuna þína, en síðan gerur það ekki. Nei. Og þú selur ekki bréfin, þú bregst ekki við, þú kaupir meira. 2 stærstu lífeyrissjóðirnir keyptu meira af hlutabréfum, íslenskum hlutabréfum, árið 2008 en þeir seldu. Þetta er makalust. Og sama á síðan við endurskoðun reikningabankana, það svona svipað á ferðinni. Stefán Svavarsson, prófessor og löggiltur endurskoðandi, að benda á það eru endurskoðendur að skrifa undir uppgjör bankana sem að við trúðum, fjárfestarnir, og þar með bara hinn almenni maður og lífeyrissjóðirnir geta sagt, við lásum uppgjörið og það var allt í lagi. En Stefán Svavarsson er mjög harðorður þarna í skýrslunni og þar sé ég nú ekki annað en að rannsóknarnefndin segir það hefur verið ákveðin lög brotin að innri... Af endurskoðunum? Já, þeir hefðu átt að tilkynna, það var ekkert tilkynnt hversu súr útlánasöfn bankana væru. Og þeir fullir það rannsóknarnefndin að gæði útlána hefði verið byrjað að minnka minnstakosti 12 mánuðum fyrir fall þeirra. Og í millitíðinu skrifa upp á 2 uppgjör. Og á millitíðin eru lífeyrissjóðirnir að setja meira... Jafnvel að fjárfesta eða þeir bregðast ekki við. Þetta fólk situr allt meira og minna í sínum störfum í dag. Og núverandi ríkisstjórn, hvað er núverandi ríkisstjórn búin að gera? Hún hefur séð til þess, eða umbjóðendur hennar, þó þeir fyrir sig ábyrgð, að skuldakóngurinn, eins og hann var að segja, Jón Ásgeir, hann er með Fréttablaðið. Ólafur Ólafsson er búin að fá samskip. Þannig að við erum hérna með skýrslu, en hvað hefur gerst eftir? Steingrímur Jósefusson, hann var spurður að þessu hérna miðvikudagskvöldið í Kastljósi. Ætlið þið að horfa upp á þess að menn endurnýja ítök sín í íslensku atvinnulífi og auka þau. Og hann gaf ekkert út á það, sagði að sé þætti það ótrúlegt, við skildum bíða nokkra mánuði, og svo sagði hann, hefði ekki verið eðlilegt að spyrja þessara spurninga þegar að bankarnir voru einkavæddir? Og svaraði auðvitað já. En það er búið að þrá spyrja þau út í þetta, Jóhann og Steingrímur, en þau hafast ekki af hverju í ósköpunum gera þau ekki. Þannig að ég sé að Margrét, að þú í ræðu hefur nú verið að tala hérna þú bendir á að 10 skulduhústum en Ísland skuldi 607 milljarðar króna og þú spyr, ég menn, eru þessi meina ósnertanlegir? Ég bara spyr, og við erum löggjafinn á Alþingi, er eitthvað sem við getum gert til þess að reyna að ná utan um þetta vandamál? Já. Það er eins og, þú veist, það er enginn að reyna að gera neitt. En það er náttúrulega fullt á... Við bara horfum á, þetta er eins og að horfa á stórslys, þetta er eins og að horfa á umferðarslys, sko. Það er þess að ég er að segja, þessir flokkar, þeir eiga að koma hér á utanþingsstofuna. Þetta er eins og við erum búin að horfa á slys svona sínt hægt í 1,5 ár, eða 2 ár. Þetta voru ótrúlegt að þetta tekið... Þú mátt enda þetta. Ég meina, sko það er náttúrulega stjórnmálamennir voru margir tengdir þessu bygsi, það er svona ekki að neyta því. En það er nú það sem ég fjalla líka í minni bók, sko, nákvæmlega þetta sem er staðfest með þessum framlögum til flokkana og einstakra þingmanna, og það er náttúrulega allt ekkert komið upp á yfirborðið. En það er náttúrulega ofsalegu galli. Margir hafa trúað því að vinstri grænir sé eitthvað öðruvísi en hinir flokkarnir, sko. Ég fæ ekki sé það á aðgerðum þessar ríkisstjórnar. Bara langt frá því. Við ætlum að slíta þessum hluta þáttarins, höldum áfram hérna rétt áfram með Sigurbjörg og Sigurgeirsdóttur og Sigmund Davíðsdóttir og fleiri. Takk fyrir að koma.